Það er ekki 4-4 jafntefli hérna á N1-vellinum í dag, svona, hvað getur maður sagt til svona leik? Ég veit það ekki, þetta var eiginlega bara hálfgerð þvæla hana í fyrri hálfleik sko. Ég held að við værum að fara að ganga frá þeim fyrsta korteri. Við vorum töluvert sterkari aðilinn, svo bara fókusleysi á okkar hálfu svona í 3 mörkum. Mér fannst við vera sterkari út á velli, líklegri til þess að skora fannst mér yfirleitt. Það bara skellur á að hafa mistið þetta niður 3-2 fyrir hálfleik, en við komum sterkir tilbaka seinni. Bara sterkur karakter hjá liðinu. Fannst það svona skipta einhverju máli að það er kannski ekki mikið undir fyrir ykkur? Þú veist, ekki mikið að spila? Já, alltaf verið að spila upp úr stolti og við tökum þessa leiki með okkur í næsta tímabil og við sáum það bara á seinasta tímabil og endum eins og aumingjar og komum inn í mótið eins og aumingjar. Þannig að það skiptir máli hvernig við endar. Skorar þrennu sjálfur í þessum leik, bara akkur var svona góður í dag? Bara pakkar vörninni í dag saman? Þetta var ábyggilega út af leiknum í fyrra þegar við gerum 2-2 jafntefli en þá sungu valsararnir æfa meira, endalaust þegar ég klúðraði hverju dauðafærin á fætur öðrum. Þannig að ég er bara búinn að vera að æfa mig meira heima. Svona, einn leikur eftir að tímabilinu, svona, þú sáttur með svona tímabili í heild? Bara bæði persónulega og hjá FH? Já, ég myndi alveg segja það. Sérstaklega með hvernig þetta byrjaði. Ég sjálfur byrjaði ekki vel. Liðið byrjaði ekki vel og við höfum bara unnið okkur vel út af því, bæði ég og liðið. Og já, það er bara, ég er stoltur af því og liðinu. Sérðu fyrir þér að halda áfram í FH eftir tímabilið? Ég er ekkert farin að pæla í því, ég á rétt að samningi og mótið er ekki eins og búið, þannig að við þurfum bara að taka stöðuna í því að mótið er búið. Takk fyrir.